Nú í dag er 17. mars og ég var að gerast með COVID í morgun. Ég er ekki með mikið einkennum en ég er með hósta og hálsbólgu og smá hita. Þannig ég ákvað að fara í tékk og fékk jákvætt. Það er enginn í fjölskyldunni annar kominn með COVID, allavega ekki á staðnum núna. Vonandi helst það bara þannig og ég ætla að leyfa ykkur að fylgjast með hvað ég geri í einangrun. Nýr dagur sem 17. mars og það er fyrsti dagur minn í einangrun. Mér er ekkert versnað frá því í gær nema ég var með smá hausverk í nótt en annars er ég bara svipuðu ástandi og ég var í gær. Vonandi versnaði bara ekki neitt. Það var lítið planað nema bara að slaka og taka rólega. Það er ennþá ekki neitt annars smitaður í fjölskyldunni. Það er ekki skylda að vera einangrun. Sóttvarnareglurnar segja það en við fjölskyldunni ákveðum bara að vera í einangrun saman. Víst að ég smitaðist. Í dag er 8. mars og annar dagur minn í einangrun. Það er enginn með fjölskyldunni sem er gott og ótrúlega. Men mér hefur lítið versnað. Ég fór svipaðast í gær þannig að það var þetta enginn og ég kom með útbrot sem ég held ekki þó sem ekki alveg vissum þannig að ég hef fyrst að það geti gerst. Mars, þriðji dagur minn í einangrun. Ég er alltaf á skólann, ég er ekki lengur frammi á honum og nú er ég komin með krem, umbúðarúklega góður. Það tengist snurlega góð, ég þarf að vera ekki með það getur það ekki góð. Já, það er ekki fjölskyldan búin að smárast, eins og það er þá og það er mjög gott því ég hef dauðhrætt að smita allar í fjölskyldunni. Já. Það var bara svona í dag. Ég ætla bara að finna mér eftir dundus að gera í dag. Það er náttúrulega lengi að líða að þessi 2 sekúndur eru. Vonandi verður þessi eitthvað fljótlega, en víst ekki við því. En svona er það bara, framöðunar stær. Ég er strax fann okkur spurningar út í kremi sem ég fekk við útgóður sem ég tekist sannlega góð. En það eru fleiri miskulega ekki læknirinn mér á að hefa. Þetta er sem það frumsur og ég er bara ekki núna fjölskyldunni. En við erum ekki sem við strax, en hann sagði að það ekki þess vegna. Það átti að beina þar á því 10 daga á frumskyldudag, þannig að ég sé sem. Já, þú færði þetta í apríl og það færði verið í apríl. Þetta er lífsneiðskilt, þannig að við getum allir fyrir fjölskyldunni. Það kom sérna partur. Ég lifa lítið að gera í dag nema bara taka rólega, fara á sjónvarpið. Já, þetta er krem sem ég fara inn á hann og ég fengi við útbrotunum. Það er strax farið að virka og ég er skárri, allavega betri en það í gær, sem er mjög gott. Svo já, þannig svo eftir er ég að fara að passa lítið strák sem er með COVID þannig að það skiptir ekki máli því sem með hann. Ég get ekkert smitað hann eða svoleiðis, hann er líka í einangrun. Já, hann er líka, þú var lítið plana meira en það. Það er örugglega bara með hann fram á kvöld.
núna 20. mars, föstudaginn minn einangrun. Síðast, 15 eftir. Þá var ég vonlaus. Pabbi ætla að fara í tékk á morgun, tékka fyrir að smíðast. Vonandi gerist það ekki. Það var lengist. Það var að vera hérna. Það er svona staðan í dag. Það er komið styrku. Í dag spilur útlendingar að hann. Hún að græja mig. Þú veist ekki fara neitt. Það líka bandlensunum. Það gerist aðeins til. Þú veist ekki fara neitt út. En það hjálpar mér alltaf hana. Voru í annað planað nema eftir það strákur frá til mín sem hjá mér í dag gær. Því að hann er líka með COVID og ég ætla að passa hann. Þannig ég get ekki smittað hann eða neitt mig eða hann mig. Við ætlum að vera saman í dag. En staðan á mér er svona aðeins skárri en síðustu daga. Ég er ennþá með smá hausverk. Beinum verkirnir eru farnir. Ég er bara með hálsbólgu og ég hósta svolítið mikið. Útbrotin eru öll að lagast. Þau eru ekki farin en þegar mig gerir sitt. Það er þá með 45 sinnum á dag. Þannig að já, en það eru alveg 10 dagar sem ég að byrja á mig. Þannig að það skal ekki alveg strax fann að sjá hvernig svaka mun. En þetta kemur allt saman. Vá, ég tæmast fyrst. Ég fer í morgu að með hana. Nú er 21. mars, 50. Það er minn einangrun. Mamma og pabbi fór í tékk í morgun. Pabbi kom neikvæður, mamma kom með jákvæð. Þannig að það bætist í 5 dagar. Viðbót sem ég verið í sjokki. Mamma verið við einangrun. Ég er að skamna með hósta og hálsbólgu. Verkirnir eru farnir, hausverkurinn er farin. Útbrotin sem talaði mér ennþá, en þetta er alltaf góð. Svona staðan bara í dag. Ég veit bara eitthvað hvað að gera í dag. Mamma er ekki mikið veik, þannig að hún var að fara smá dröfumstæðar. Það var einnig fyrir. Þannig að kannski fyrir það. 5. daginum að ljúka og lítið búið að gera í dag nema við fórum smá rúndinn í fjölskyldan. Svo bara er ég eftir að passa litla strákinn sem ég er með. Eins og heyrist. Og hann er líka með COVID, þannig að hann er ekki að spila þetta. Við höfum hann eitthvað fram á kvöldi, bara eins og síðustu dag. Svo ekki að mamma greinst með COVID, því að hann bætist þau 5 dagar. Og þá er við komin 10 daga. Vonandi greinst pabbi ekki þá, þegar hennar smitir að vera búið. Vonandi bara ekki. Það var okkur mikið veikt. Ekki ég, ekki mamma og ekki strákuleitið sem er að passa, sem er mjög gott. COVID fyrir mig mismunandi fólk. Staðan á mér er bara svipuð, ég er með hausverk, ég er ekki lengur með neitt hita, beinverkirnir eru farnir, ég er með hálsbólgu og hósta. Þannig að þetta er bara svipað og hefur verið. Vonandi fer þetta bara lagast. Ég reyndar heyrt að COVID-hóstinn, maður sé lengi að ná honum úr sér og maður þurfi jafnvel að fá okkur við honum. Ég ætla bara að sjá til, hvort ég losna við hann eða hvort ég þurfi að gera eitthvað meira í því. Nú komið 22. mars. Þannig það er fyrsti dagurinn með mig einangrun sem bætist við okkur, hann er 7. dagurinn. Við erum ekki mikið veikar. Ég er bara með hálsbólgu og öll hiningin eru farin sem þetta ber, nema útbrotin, ég er ennþá með þau. En þau eru öll að lagast, þetta verður að virka kremið, þau eru fann að vinka. Þannig að þetta eru bara allt að koma. Við ætlum að búið heimgan ís eftir. Það var smá bara kósí í sunnudag. Nú er komið 3. mars. Annað dagurinn hennar mömmu, einangrun og þá 7. dagurinn minn. Við ákveðum bara lengi einangrunna mína og við líka einangrun með okkur. Það var 6 dagar, bara upp á smithættu. Það var bara okkar ákvörðun, það er enginn að fara út af heimilinu. Þess vegna ákveðum við bara að vera öll saman í einangrun. Þá var pabbi 6 dagar. Og mér er þannig að ég er bara með hálsbólgu og svo útbrotin. Þau eru öll að fara hann. Ég sé að við erum hérna í dag. Það var í gær, þannig að í dag var litið, þannig að það er rólega. Pabbi fyrir okkur í gær á Sparrow, pítsu fyrir okkur, hann er ekki smitaður, þannig að hann fór út og heimildarstaður, hlutis, hann er gær. Hann er fyrir pítsu í gær, þakklæti, pítsa er smátur mínum. Það við gerðum í gær, hann var mjög góður, en það var kvöldið. Þú fengið uppskriðina inn á fattumatinn.is og ég mæli alveg með þessari uppskrift, svona jarðaði fyrir ís.
Nú kom 24. mars, 8. dagur minn í heiðungum og 3. dagurinn mömmu. Mamma svolítið veik, hún er fyrir játuðu, þannig að hún áttur að búa fyrir. Ég ekki mikið veik, það var ástandi og stórt að heimingin mikið veik, sem betur við. Þetta alltaf að koma, þetta var mér. Já, nú kom setjapartur. Ég að spá að taka smá heimaæfingu. Ég hef gert heimaæfingu svolítið lengi núna, meðan ég var með COVID, en ég ætla að taka eina heimaæfingu núna. Og leiðum kannski fylgjast eitthvað með. Mamma er svolítið veik. Hún með mikið fleiri en ég óperuvísi. En hún er svo ekki hún náttúrulega á í dópi, þannig að það kannski mátti búast við því. Ég er búin með flesta klingirinn. Ég rafna að fá á sömu stöðum, hún var ekki með. Svo á hálsinn, þjóðir og slöðs. Ég veit að tíkskóli, það er fjarlæðið það. Ég er búin með kremið sem ég fekk. Ég lasa, hugsa, setja á eitthvað meira við, eða það er eitthvað. Setja til. Svo er ég með smá í hálsinum, smá hósta, hálsbólga er náðast varinn. Þannig, þetta er allt bara í leið, það verður mér. Þetta er í test á morgun, á 5. daginn með mömmu. Þá ætla hún í test og tjekka hvort hann sé að koma með það. Því hann er bara að funda með allan tíman, þannig að það gæti að vera eins og koma með það, en það tekja með einhverjum. Ég veit að það var 100% viss, bara vona ekki, því að þá losnum á laugardaginn, þá er Rífnir 5. og Hamborgur 5. Þannig við erum að vera samt til 7. sem er alveg full mikið. Og það var langa bara í venjulega lífið aftur, geti gert það sem ég langar að gera. Þannig að bara vonandi ekki. Sjáum bara til, ég gefur upp update af því senna. Það var lítið hana í dag, nema ég er að spá í að gera ræðs krispís. Þannig, þau eru undir að sérfa um sig, en ég sá úr þetta og það var búið það. Já, nú kom þetta 7. mars og 5. dagurinn mömmu og 10. dagur minn. Við erum laus á miðnætti. Pabbi greinist ekki með COVID í gær, sem betur ver. Því við ættum farið venjulega lífið aftur. Við erum inni núna í 10 daga og vatna fælt út bara úr tröppur. Jæja, það er bara sama staðan á mér. Ég er með hósta og ég er með þessu útbrot ennþá. Ég hafði ekki samband við lækni, það er ekki staðan er ennþá. Ég vil bara sjá til hvað þið gera eða ekki. Það er hvort þið farið bara á sjálfum sér. Ég vil líka heita. Það eru mamma er svolítið ekki veik, en segist að það er að koma til. Það verður bara að sjá hvernig það fer. Vonandi bara að hún jafni sig sem fyrst. Planið í dag þannig að við mamma erum að fara að panta mat á hengu. Og við ætlum að hafa smá kaffi til pabba og ammali. Hann er 59 ára. Þau eru 1 ár 60. Nú er þetta 7. mars og við erum laus upp úr einhverjum vöxtunum við henni. Djúpt er fegin að pabbi hef ekki smitast, það hafði getið vært fyrir 5 dagar. Ég bara ekki vissi mikið að handla það, þegar ég komið nóg að þessu 10 dagar. En núna getur bara áfram með lífið. Ég reyndi bara að taka ólega í dag. Ekkert mikið planað, ég var bara hérna heima og chilla. En það er það sem bara ágætt. Þetta er kannski bara þetta vídeo í dag og byrja það sannlega á sunnudaginn. Bara sé til hvað ég geri. Við erum bara að enda þetta vídeo núna. Takk fyrir að horfa og endilega eitt á subscribe, það verður tryggningu næst í posta. Já.